Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Það 818. fundur bæjarstjórnar. Við sitjum hérna á aukafundi sem kallað til vegna breytinga á útsvarsprósentu fyrir árið 2023 sem kemur til vegna samkomulags Sambands íslenskra sveitarfélaga og ríkisins breytingu á fjármögnun lögbundinnar þjónustu við fatlað fólk og breyting í fjármögnun með auknum framlögum til sveitarfélaga til jöfnunarsjóðs. Og þess vegna þurfum við að breyta útsvarsprósentunni, en ég býð bæjarstjóri í pontu til þess að skýra nánar málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagt til að bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykki að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2023 verði 14,75% á tekjur einstaklingar. Það var samþykkt á 816. fundi bæjarstjórnar að álagningarhlutfallið yrði 14,52%. Þessi hækkun 0,22 stig kemur til að því að það var gert samkomulag á milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og ríkisins þessa hækkun en lækkun hlutfalls tekjuskatts á móti. Þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari hækkun. Þannig að þetta fjármagn, þessi 0,22 stig, hún rennur öll í málaflokk fatlaðs fólks og eins og með leyfi forseta eins og margir hafa heyrt á umræðu í þjóðfélaginu síðastliðið haust og á þingum Sambands íslenskra sveitarfélaga ályktana sem hafa komið frá sveitarfélögum að þá stefnir í það að halli í málaflokki fatlaðs fólks verði 14 milljarðar á árinu 2022. Þessi útsvarshækkun, hún á að minnka hallan 5 milljarða og okkur reiknast til að við hér í Mosfellsbæ fáum 316 milljónir af þessum 5 milljörðum til þess að mæta málaflokknum hjá okkur. Þetta fyrsti áfanginn í því að leiðrétta tekjur vegna málaflokksins. Það starfandi nefnd á vegum ríkis og sveitarfélaga sem að fara yfir útgjaldaþróunina en það hefur orðið gríðarleg fjölgun í málaflokknum frá 2011 frá því að málaflokkurinn færðist yfir og þróun hefur verið eins og ég segi 14 milljarðar. Það var lagabreyting árið 2018 í þjónustu við fatlað fólk og sem gerði ríkar kröfur til sveitarfélaga það til dæmis að leggja niður sambýli og stofna búsetukjarna og það hefur sýnt sig að sú þjónusta, hún kostar helmingi meira heldur en sambýlisformið en að sjálfsögðu miklu betri þjónusta og meiri mannréttindi fólkin í því. Það eru MPA-samningar, það þjónusta við börn með geðfatlanir sem og allt þetta hefur leitt til aukins kostnaðar, auk stuðningsþjónustu sem ítarlegri. En hér sem sagt til umfjöllunar og beðið samþykki að hækka útsvarsprósentuna í 14,74%. Og ég ítreka að þetta hefur ekki áhrif á einstaklinga heldur verður tekjuskattshlutfalli lækkað á móti. Takk. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Orðið laust þessa tillögu hækkun útsvarsprósentu. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Fyrir fundinu liggur tillaga að afgreiðslu sem forseti hyggst lesa núna og hún hljóðar svo. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir með XX atkvæðum fyrirliggjandi tillögu að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2023 hækki 0,22% stig og verði 14,74% á tekjur einstaklinga, samanber samþykkta breytingu á 1. málsgrein 23. grein laga tekjustofna sveitarfélaga. Hækkunin gerð í tengslum við samkomulag ríkis og sveitarfélaga breytingu á fjármögnun og þjónustu við fatlað fólk. Samhliða þessum breytingum mun ríkið lækka tekjuskattsprósentur svo íbúar verði ekki fyrir aukinni skattheimtu vegna breytingana.
Samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga að vinna áfram að greiningu og þróun útgjalda vegna þjónustunnar og leitast við hana á samkomulagi styrkingu á fjárhagsgrundvelli hennar á næsta ári. Svona hljómar tillagan af afgreiðslu og þá bið ég fólk að vera tilbúið til afgreiðslu á tillögunni hækkun útsvarsprósentunnar. Þeir sem styðja þessa tillögu vinsælast gefið merki og það eru 11 hendur á lofti, þannig að tillagan samþykkt með 11 atkvæðum. Fleira liggur ekki fyrir þessum aukafundi bæjarstjórnar og áður en forseti slítur fundi þá vill hann óska bæjarfulltrúum, bæjarstjóra, starfsmönnum bæjarins og bæjarbúum öllum gleðilegra jóla, árs og friðar. Fundið slitið klukkan 7:37.